Já, komið í sæl. Ég nú bara heima hjá mér núna. Ég ekki neinu fjallaleiðangri eða niður á bryggju að mynda báta eða eitthvað staðar. Ég ætla nú bara að láta vita því að ég er búinn að panta fullt af skjölum árið 1984. Þetta svona liður í þessari aflatölusöfnun sem ég er með. Ég er með aflatölur aftur til 1894 og er komið ansi stóra gagnagrunn hérna heima. Þetta verða 44 kassar og þetta eru hátt í 24 til 5.000 skjöl. Árið 1983 sem ég var að klára voru 25.000 skjöl og það tók mig ekki með tæpa 7 daga að ljósmynda það. En það tók mig tæpt ár að skrifa það inn í tölvu. Og ég ætla reyndar að reyna að vera aðeins sneggri núna að því. Þannig að gefa mér aðeins meiri tími í þetta. En ég ætla aðeins að sýna ykkur svona hvernig þetta lítur út. Ástæðan fyrir ég með þetta mikrofónina. Ég ætla aðeins að sýna ykkur svona smá. Þetta er skrifstofa mín. Það sé ég stýri aflafréttum. Það er ekkert kannski svona stórbrotið. En ég er með öll ár flokkuð. Sko hvert og eitt einasta ár er flokkað. Og þetta lítur einhvern veginn svona út. Ég veit ekki hvort það sést almennilega. En þetta er allt sett upp í svona Excel-skjal. Og hérna til dæmis má sjá alla báta á Íslandi, þetta er árið 1983. Hér er til dæmis skipaskránúmerið Stafnes. Ég stakka þetta aðeins upp. Og þá er þetta að sjá til dæmis að Stafnes K130. Ég komið þetta aðeins, þessi pínstort. Og svo förum við hérna efst í þetta, færum þennan glugga hér. Og þá sjáum við sko Stafnesi byrjaði í janúar á netum. Var með 39 tonn í 9 róðrum. Í febrúar fór hann yfir í Sandgerði með 89 tonn í 17 róðrum. Og var síðan í mars í Keflavík með 240 tonn í 24 róðrum. Í apríl í Keflavík með 113 tonn í 18 róðrum. Í maí til loka vertíðar með 29 50 og 206 og þessi reitur hérna er vertíðaraflinn. Þessi B-reiturinn er vertíðaraflinn. Við sjáum á hann með 534 tonn. Hann hélt síðan áfram veiðum og var til dæmis með 97 tonn í maí þar sem eftir var. Hann landaði í Hull í júní 57 tonnum. Síðan var hann í ágúst á netum, var með 45 tonn í 9. Í september á netum með 65 tonn í 21, oktober net Keflavík 72 tonn í 15, nóvember net Keflavík 108 tonn í 22, það er nokkuð góð, og desember Keflavík 32 tonn. Síðan erum við togarana, þeir eru allir skrásettir eftir löndun og dagsetningum og hvar þeir landa. Hérna er formúla sem ég nota á henni að allar aflaskýrslunum mínur eru gefnar upp í slægðu. Ég þarf að breyta yfir í óslægð og það eru búin að búa mig til svona forritaskjal. Og hér er loðnan, það er sama með hana, hún er rauð eftir dagsetningum. Sjáðu þess hörpuna hérna. Sjáðu hérna hörpuna. Það er eitthvað sést almennilega. Þetta er vont að taka mynd af skjá. Svo er svona glósur, ef ég sé eitthvað merkilegt, þá hef ég skráða hérna inn. Rækjan, það er flokkað eftir mánuðum og hvaða stöð bátarnir lönduð á. Og hérna er svo síldin, þetta er lagnætsbátarnir. Hérna er síldabátarnir raðaðar eftir löndun og dagsetningum og hvar þeir lönduðu. Og já, árið 1984 verður unnið svipað. Ég með fyrst ljósmynd á skjölin og planið er það að reyna að gera togaralista svipað og ég gerði 1983.
En þetta verður bara svona gaman, ég hef rosa gaman að þessu. Ég veit ekki hvað eitthvað finnst jafn gaman að þessu og mér. En hérna, ef þið eru ennþá að horfa þá vil ég bara þakka fyrir. Og ef þið viljið styrkja þetta sem ég er að gera, þá er allur stuðningur vel þeginn og þið megið ef þið viljið, ég er ekki að segja því, að gera þetta, skylda. Það getið þið lagt inn á kennitölu 2008 75 3709 og inn á bók 0142 05 17 12. Það er svona stiðið aðeins við baki á mig því þetta mun taka svolítið tíma að gera þetta. En annars vegar, takk fyrir að horfa og við sjáum svo bara síðar. Takk. Langar kannski að bæta við að allt þetta Excel-dót sem ég nota, það er allt búið til að mér sjálfum, alla formúlur, öll uppsetning á þessu. Þetta er allt búið til að mér, fór ég fyrir sjálfum mig. Og svo sé ekki bara mynda mér í forgrunni, þá set ég hérna mynd bara Eldborginni gömlu. En takk, bye.